Halldór Steingrímsson, þjálfari Fjölnis, hver er fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Það er bara erfitt. Það er bara alltaf vonbrigði að tapa svona síðasta leikinn á tímabilinu, en Njarðvík eru bara með hörku lið og með flotta stemning eftir unnum í áttalega, fín stemning í hópnum og ég var nú að vona að myndi halda áfram í þessu leik, en við náðum aldrei einhvern veginn tempóinu og lendum undir strax og koma svona rönn hjá okkur, en einhvern veginn tókst aldrei að ná stemningunni í liðið og það var því miður. Það náði að minnka þannig í byrjun setni, en svo meiðist náttúrulega þinn svona helsti kannski. Já, við náttúrulega missum Rafn sem var náttúrulega mikið, hann var að setja hann og ég man nú ekki hvað endaði með, en missum hann út á og þá kom svona aðeins vonleysi í hópinn líka kannski. Já. Okkar sterkasti maður í leiknum allavega og já, þetta var bara erfitt þetta þar. Menna vantaði í rauninni bara alla trú allan tíman, Já, í rauninni sko, það var einhvern veginn bara leiðum við löpum inn á völlin og ætlum að byrja með látum, en það tókst bara ekki. Það bara gerðist ekki. Já, og það er bara erfitt að ná sér eftir þegar maður einhvern veginn byrjar illa við bara náðum okkur aldrei á strik, það var bara hlutis. Njarðvík náttúrulega taka ekki neitt á Njarðvík, þetta er náttúrulega frábært körflið og nú tapa leiki í vetur og maður tekur bara hattinn ofan fyrir þeim. Þannig að myndirðu halda eða þú ættir að gíska að þeir muni landa þessu? Klári annarkvæmt Kári eða Breiðablik? Já, það verður alltaf hörkuleikur sko. Það styttist í tappið hjá þeim, maður veit ekki. en þeir eru með gríðarlega sterka mannskap og það verður, ef við fáum pottið hvort sem það er Kári eða Breiðablik, það verður þetta samt áttur á hörku úrslitaleikur á morgun, það er alveg pottið sko. Flott, takk fyrir þetta.